Ok, við skulum tala aðeins meir aðferð óákvarðaðra fasta. Það er búið að vera, það er eitt annað vídeo með þessu sem með einfaldari dæmum. Við skulum pröfa að sjá þegar maður lendir í aðeins meiri, þarf að hugsa aðeins meira strategin er þá svo sama, við annars til stifrefnum með fastastöðlum sem við leysum fyrst og svo finnum við eina lausn á hliðruðu efni og aðferð sem við notum til að finna einhverja eina lausn, það er þessi aðferð óákvarðaðra fasta. Við ætlum þetta eiginlega giska á hvernig form lausnin hefur. Við pröfum að skoða 2 dæmi, sjáum hvað getur komið upp. Ok, pröfum fyrst að skoða þetta dæmi hérna. Þá fyrsta skrifið er alltaf að leysa y tvídiffrað pluss 4 y diffrað pluss 3 y er aftur 0. Nú við þáttum hérna, við búum til kennimargliðuna. Hún er x í öðru pluss 4x pluss 3 er aftur 0. Og þetta er þetta þátta í x minus 3 og x minus 1, x pluss 3 og x pluss 1. Þannig að sjáum að ræturnar eru x jafnt á mínus 1 og x jafnt á mínus 3. Það eru 2 rauntölurætur, þannig að lausnin er, grunnlausnin, y1 af x er e minus x og y2 af x er e minus 3. E minus 3x var það sem ég vildi skrifa. Ok, þá er það nummer 2. Þú ætlum að finna einhverja eina lausn á y tvídiffrað pluss 4 y diffrað pluss 3 y aft og 8 e í veldinu x. Nú hvað gefur mér e í veldinu x? E í veldinu x diffrað og tvídiffrað og þrídiffrað og endalaust diffrað, þetta bara e í veldinu x. Þannig að hér get ég auðvitað giska á lausnin á y p væri einhver fasti sem e í veldinu x. Og pröfum að taka þetta gisk og segjum þá, ok, y p diffrað er þá k sem e í veldinu x og y p tvídiffrað er líka k sem e í veldinu x og þetta þarf alltaf að skrifa niður. En ok, setjum inn í diffrifnuna. Þá setjum ég hérna vinstri hliðina, ég fæ k sem e í veldinu x pluss 4 sinnum y diffrað, k sem e í veldinu x pluss 3 sinnum fallið ódiffrað á að vera jafnt og 8 sinnum e í veldinu x. Ok, ég tek saman hérna í liðina, ég er með, hvað er með 3, 4, 5, 6, 7, 8k. Þannig að ég sé, fyrir ekki að vera jafnt og 8 e í veldinu x, þannig að k hlýtur að vera 1. Þannig að, byrjum við, já, k er akkurat 1. Svo e í x pluss 4 e í x pluss 3 e í x er sannlega 8 e í x. Ok, þannig að þá er ég komið með y p lausna mína. Ef k er 1, þá er þetta laust. Og þá er almenna lausnin á þessar hérna diffrefnu. Það hefur lausnina y x er jafnt og línuleg samantekt hérna af þessum tveimföllum. Plús giskið mitt. Ok, þannig að þetta var ekkert vandamál. Við bara giskuðum á k sem e í x og fengum akkurat, reiknum hvað k var og fengum lausn. En pröfum að skoða annað dæmi mjög svipað. Segjum að ég fá nú hérna, þetta er jöfnan sem við vorum að leysa og þetta er lausnin henni. Segjum nú ég fá mjög svipað jöfnu. Ég fá annars stifrefni með fastastöðlum vinstra megin og hægra megin stendur 8 e í x alveg svo stendur hér. Nú þá förum við gegnum sömu skrefin. Við segjum, við ætlum að leysa y tvídiffrað pluss 2 y diffrað minus 3 y er aftur 0. Þannig að við setjum upp kennimargliðuna. Hún er x í öðru pluss 2x minus 3 er aftur 0. Þetta þátta ég í x minus 1 og x pluss 3. Þannig að lausninar á kennimargliðuna eru k í eftir 1 og k í eftir minus 3. Þannig að lausn á grunnlausn fyrir þessa diffrefnu er y1 af x er jafnt og e í x og y2 af x er e í minus 3x. Og svo förum við í skrifa nummer 2 og við ætlum að finna eina lausn á hliðruðujöfnunni, y tvídiffrað pluss 2 y diffrað minus 3 y er aftur 8 e í x. Og ef við höldum áfram eins og við gerum áðan, segjum ég ætla að giska y p ég með e í x á hvaða fallir það sem diffrað og ódiffrað og svo framvegis gefur mér e í x. Nú það er bara einhver fasti
sinnum e í x. Nema hvað? Að við sjáum strax að ef ég set þetta fallin inn, þá fæ ég e í x pluss 2e í x mínus 3e í x. Og þetta verður auðvitað 0. Og af hverju verður þetta alltaf 0 ef ég giska á þetta hér? Þetta myndi alltaf vera 0 sama hver fasti minn var hérna, vegna þess að e í x er grunnlaust. Þannig að ég fæ alltaf einhver fasti sem e í x myndi alltaf gefa þetta vinstri hliðinni aftur 0, myndi aldrei gefa mér 8 e í x. Og galdurinn er að þegar við lendum akkurat í þessu, að við erum með grunnlausn hérna hægra megin, þá giskum við á x sinnum grunnlausnin. Þannig að við segjum í staðin fyrir að giska á y p og k sem e í x. Þannig að þetta hér er vontegumynd út af þessum hérna, þá giskum við á y p er k sinnum x sinnum e í x. Og þetta gildir almennt, þegar gengur ekki upp lausnin sem við giskum á, þá pröfum við að giska á x sinnum lausnin. Nú, þá þurfum við að diffraðum að tvítið frá setinni í vinstri hliðin okkar og við gerum þetta og fáum við, skulum taka bara út þetta hérna, fáum y p diffrað verður kx diffrað k sem er í x ódiffrað pluss kx ódiffrað sem er í x diffrað og svo y p tvídiffrað, þá fæ ég, setjum þetta bara hérna fyrir neðan, k e í x diffrað og kx diffrað sinnum e í x pluss kx ódiffrað sinnum e í x diffrað, það er þessi. Og svo setjum við inn í diffrjöfnuna. Og dreifa þessu svona skemmtilega um allt. Ok, ég setjum inn í diffrjöfnuna, ég fæ y p tvídiffrað, það er þessi, ég tek saman þess að 2 liði, fæ 2k e í x pluss kx e í x og svo pluss 2 y diffrað, þannig að pluss 2 svo sinnum k e í x pluss kx e í x og svo pluss mínus 3 svo sinnum y ódiffrað, mínus 3 svo sinnum k sinnum x sinnum e í x og þetta allt saman, ef diffurjafna mín hérna var uppfyllt, þá átt að vera jafnt og 8 e í x. Og svo tökum við saman liðina, sem er hérna kx hérna, pluss 2kx í viðbót mínus 3kx e í x. Þannig að 0 svo leiðis og annars erum við með 2k hérna pluss 2k, við erum með 4k e í x. Þeir erum búin að taka saman alla liðina vinstra megin, það er einu sem stendur eftir og þetta á að vera eftir 8 e í x. Þannig að sjáum að k er 2. Þannig að ef ég vel mér k eftir 2 hérna, þá er ég komið eina lausn á hliðröðujöfnunni, þannig að með öðrum orðum þá er giskið mitt sem var einhvers staðar hér. Það er rétt ef ég slétt k er á 2, þannig að y p er 2x e í x og lausni mín hér þá á þessari diffurjöfnu, þá er lausnin y af x er línu samandægt af grunnlausninni, einhver fasti sinnum e í x pluss einhver fasti sinnum e mínus 3x pluss 2 sinnum x sinnum e í x. Og sjá, munurinn á þessum dæmi hérna, hægliðin var eins, en í seinna dæmin hjá okkur þá er e í x grunnlaust, þá getum við ekki giska á fasti sinnum e í x, heldur gistum við á fasti sinnum x sinnum e í x og fáum það einu lausn á hliðröðujöfnunni. Segjum þetta gott hér.